Hér verður sýnt hvernig þú notar Google raddinslátt. Ég heiti Ólafur Kristjánsson og þessi kennslumóli í boði Iðunnar fræðsluseturs. Ég ætla að sýna þér hérna hvernig þú notar raddinsláttinn í Google skjöl. Og til að nota Google skjöl þá fer ég inn í Google Drive til þess að finna það þar. Og þú finnur það bara með því að fara hérna upp á upphafsíðuna hjá Google. Ef þú finnur hérna vöflumunstrið, þá ferðu inn í Google Drive hér. Annars hefur þú getað að skrifa þetta inn í Google leitastrenginn Google Drive. Og hérna ætla ég að fara bara hérna inn í nýtt og smetla hérna á Google skjöl. Og hérna ég bara komin í svona ritvinnslu ritil sem að flestir þekkja, svona eins og ekkert ósvipað á Word. Hérna ætla ég aðeins að físja inn skjalið og fara hérna í 150, fá skjalið svona aðeins nær. Opna hérna tól og fer hérna í raddinsláttur. Takt eftir að þetta tákn svona mikrofón og leiðu í smelli hérna að þá getur verið og þurfi verið að samþykja tenginguna frá tölvunni yfir á mikrofónin að forritið fá að nota mikrofónin hjá þér ef þú ert að gera þetta í fyrsta skipti. Nú síðan hérna í útfæra þessu mjög mikilvægt að tilgreina eða skilgreina hvaða tungumál þú ert að fara að nota raddinsláttinn á. Þannig að hérna uppi er íslenska, ef það er eitthvað annað, enska til dæmis, að þá opnar það bara hér og velur það tungumál sem þú ætlar að lesa inn á. Þú sér það er rosalega mikið í boði, þannig hérna þarf þetta að finna íslenskuna. Og það er komið hér, þannig að ég ætla að smetla bara hérna og kveikja á þessu. Kæri viðtakandi, undirritaður er að kenna hér hvernig þú notar raddinslátt í Google skjöl. Og svo slekk ég hérna. Það kemur þetta smá villa, þetta er nú ekki fullkomið en þetta fer ansi langt með það sem ég er að segja hérna. Það er smá vandamál með raddinslátt, þannig að ég ætla að setja at-inslátt, þannig að hérna bara geti ég breytt í. Og svo setjum ég bara punktið frá aftan, ít og enter. Nú þá þarf það að hafa í huga þegar þú setur punkt, þú þarf að gera það á lyklaborðinu, eins og þú ert að gera greinaskil og þarf að ít og enter. Það þýðir ekki að segja punktur eða að segja enter því að þá skrifar það. Þannig að það þarf að gera svona skipanir allar eftir á.